Gildi hefur verið leiðandi að mínu viti hér á íslensku markaði. Kom fyrstur fram með svona ítarlega og nokkuð afgerandi hluthafastefnu. Fyrstur lífeyrissjóða tók að birta það hvernig hann greiðir atkvæði á hluthafafundum og hverju hann styður í stjórnarkjöri. Nú jafnframt hefur Gildi að mörgu leyti látið sig stjórnarhætti meira varða heldur en að mér virðist, heldur en flestir, ef ekki allir aðrir lífeyrissjóðir. Dæmi það er líka einfaldlega núna í síðustu hrinu aðalfunda þegar komu tillögur tilnefningarnefndir stjórnir sem ég held að séu að finna góða, að þá kom Gildi annars vegar með breytingatillögur sem styrktu held ég þessa tillögu sem komi frá öðrum fjárfesti hluthafa tilhögun skipan tilnefningarnefndar. Og nú svo í öðru lagi kom Gildi einnig með tillögu að tilnefningarnefndum í öðrum félögum. Þannig að, og ég held að þetta sé til fyrirmyndar hjá sjóði sem er þetta stór umsvifamikið og lýsir í raun og veru svona ríkum vilja til að stuðla að bæði góðum stjórnarháttum og gagnsæi í stjórnarháttum. Bæði fyrirtækisins sem hann fjárfestir í og gagnsæi í stjórnarháttum lífeyrissjóðsins sjálfs. Nálgast íslenski lífeyrissjóðir hlutverk sitt sem fjárfestar á annan hátt en gengur og gerist með lífeyrissjóði í grannríkjunum? Eða svona, þú horfir svona á þetta svona út frá sjónarhóli kauphallarmanns? Það er nú kannski erfitt svona að alhafa eða fullyrða nokkuð í þessu, en ég held einfaldlega að nokkru leyti helduhöfðir geri það og það markast að einhverju leyti einfaldlega af því umhverju sem við erum í og einfaldlega þeirri miklu ábyrgð sem lífeyrissjóðirnir hafa í íslensku samfélagi, því umfangi sem þeir hafa, og ég held einfaldlega þetta nálgist bara sitt viðfangsefni líka allt öðruvísi en þeir gerðu fyrir áratug. Og það held ég að mörgu leyti endurspeglast stafar meðal annars að því að umfang þeirra miklu meira. Nú eru þau með 45% hlutdeild í eignarhaldi á skráðum félögum. Fyrir áratug var það innan við 10%. Og ég held einfaldlega að lífeyrissjóðir með fjárfestar, og ég tala ekki þegar 4 stærstu lífeyrissjóðirnir eru með þriðjung eignarhalds í markanum, að þá einfaldlega krefst að þess að þeir nálgist sitt hlutverk með öðrum hætti. Og mín tilfinning er annars ég þori kannski að fullyrða að þeir séu svona, þeir lífeyrissjóðir sem eru hvað virkastir hér, ganga hvað lengst, að þeir séu svona virkari heldur en gengur og gerist á alþjóðavettvangi. Þannig ábyrgðin er svolítið hjá þeim. Þetta er en hvað með löggjafan? En þú veist, sérðu einhverja svona þörf á því að takmarka þetta eitthvað frekar en þið í dag? Ég hef velt þessu svolítið fyrir mér svona, hvað ætti löggjafinn að grípa inn í ef við hefðum áhyggjur af til dæmis umfangi og áhrifum lífeyrissjóðanna. Og auðvitað mætti til dæmis hugsa sér að ýmislegt sem við höfum rætt spjallað og varðar stjórnarhætti lífeyrissjóðanna, það mætti auðvitað að einhverju leyti festa þá hluti í lög. Ég samt þeirrar skoðunar að það væri æskilegt ef lífeyrissjóðir gæti einfaldlega tekið þetta á sínar herðar. Lífeyrissjóðirnir eru þetta margir og misjafnir og fæstir þeirra enda mjög stórir. Þannig að það sem ég fjallum og þegar ég ræði stjórnarhætti lífeyrissjóðanna þá er ég fyrst og fremst að hugsa stærstu sjóðana. Staða smærri sjóðana er allt önnur. Vissulega er ábyrgð þeirra mikil, þeir fara fyrir fé almennings, en staða þeirra íslensku viðskiptalífi er allt önnur. Ég myndi allavega gjarnan vilja sjá lífeyrissjóðana sjálfa kljást við þetta viðfangsefni og svo sjá hvort það væri þörf á einhverju frekara inngripi af hálfu löggjafans að því loknu.